Góðan daginn, velkomin í nýtt myndband. Hvernig fannst þau hitt myndbandið? Hvað var það What? Morgunrútína. Mér finnst alltaf ógeðslega gaman að horfa á morgunrútínur. Og það gera allir sama, en samt einhvern veginn mismunandi. Mér finnst það ótrúlega gaman að horfa, skilurðu, til að fá smá svona pepp. Fá smá svona, ég ætla að vakna aðeins fyrir, ég ætla að eiga betri dag á morgun. Veit þið hvað gerðist við mig? Ég ætla að segja ykkur fyrst hvað ég ætla að gera hérna í þessu vídeói í dag. Ég ætla að lita á mér augabrúnirnar og sýna ykkur svona aðeins hvernig ég gera það heima af því ég lita alltaf sjálf og mamma, sem sagt, þegar ég var yngri þá litaði hún alltaf á sér augabrúnirnar, sem það ekki. Og hún litaði mína líka alltaf. Svo nennti hún því ekkert eins oft og mig langaði til að gera það, þannig ég ákvað bara að prófa sjálf og hún kendi mig bara. Og já, ég hef verið að gera það síðan. Ég feg kannski einu sinni á því ég fór ekkert í fyrra, gera alltaf sjálf, allt 2019, 2018 held ég líka. En það er alltaf ótrúlega næs að fara til fagaðila og láta móta allavega augabrúnirnar. En það er þvílíkur munur á að gera það sjálf út af því að þetta er svo ógeðslega dýrt. En það er alltaf ógeðslega næs að gera inn á milli, en mjög dýrt að gera það alltaf. Þá ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gera það. Þið verða að hafa eyrnapinnuna, bómull, lit, festir og svo er ég alltaf með vasalín, en núna er ég með varagaldur, held ég sé varagaldur, sáragaldur, jæja. Bara eitthvað svona varsalva eitthvað svoleiðis til að móta, til að setja utanum, þannig að þú veist, ef að liturinn fer út fyrir, þá er alltaf læg, þú veist, þá fer það bara. Þannig að mjög gott tips. Ef að byrja þetta. Fyrst ætla ég að segja ykkur hvað gerist við mig, af því að ef þið horfðu á seinasta vídeó, morgunrútínuna mína, þá sá ég að ég sit alltaf þarna og fæ mér morgunmatinn minn og kaffið og svoleiðis. Gær morgun, þá var ég að drekka vatnið mitt, lagði það frá mér þarna á borðið og ég hitt ekki. Og ég ætla að sýna ykkur. Í þessu horni eru bara snúrur og vaskglasið datt bara beint hingað á bæði fjöltökin, á allar snúrurnar og Tómas rökk í kút, sko. Hann lá hérna og bara svona liggur stóð upp og hann bara svo mikið. Þetta var ömurlegt. Já, en svona getur gerst. Ég hugsaði strax bara áður en ég labbaði út úr húsinu, ég ætlaði bara ekki láta eðlustæðin fyrir mig, ég ætla ekki láta þig. En byrjum á því að setja hárið upp svo að fara ekki litur í það. Ég er í fríi sem sagt í dag, þess vegna ákvað ég að lita mig. Ég setti á mig brúnkakrem í gær, það sést náttúrulega bara ekki. En þá er ég með bóluna, þið vitið af hverju hún er hér. Ok, nú byrjum við á því að blanda litin. Tek litin, set smotteri í. Ok, þetta hérna er bara loka á krukku. Hún er svolítið skítug, en það skiptir engu máli. Set smá lit og út af því að ég ætla að lita líka augnhárin, það setja aðeins meira. Það er samt alveg nóg held ég. Svo læt ég festin og það er líka bara dass. Ég ger alltaf bara svona botnfylli, basically. Ég held að sé enga reglur á því. Þú leiðir mig, ég er engin proffi, sko. Það er bara að gera eitthvað. Svo blandar maður þessu saman í einn graut. Ég hef kannski átt að þrýfa þetta aðeins. Ég var svo þreytt seinast þegar ég gerði þetta að ég þreif ekki. Þannig að það gæti verið að gamall litur muni blandast við hana. Sjá. Fyrst er þetta mjög ljóst út af liturinn sem ég er að nota. Ég kannski segja ykkur hvað lit ég er að nota hérna. Natural Brown er ég að nota. Númer 3 held ég. Nei, það er kannski allir sem er númer 3. Bíddu. Af því ég er með eitt gamlan hér. Það er líka Natural Brown, þetta er ekki sem, kannski er það sama litur. Nei. Ok. Það heitir Eyelash and Eyebrow Tint. Ég veit ekki. Það er alltaf með því getur kannski bara, þegar þið farið í Hagkaup eða eitthvað, kaupið þetta og getur þið spurt einhver konu að hjálpa ykkur hvað litur þér við. Blandið þessu saman, ennþá betur. Gamli liturinn er að blandast við, hann er að, vonandi verður þetta ekki hræðilegt. En pælið í því, ef þið, þú veist, kannski verður fyrsta skipti ykkar ef þið eru ekki vön að gera þetta, ef þið farið alltaf á stofu, einu sinni í mánuði eða eitthvað. Það er ógeðslega dýrt. Maður verður að geta gert svona sjálfur, sko. Svona dulleri. Já, sjáu þið. Núna er þetta orðið frekar dökkt og það dekkist með tímanum. En ég ætla að láta standa aðeins lengur og byrja að setja sáragaldurinn. Eins og ég sagði áðan, þá get ég líka að nota vasalín og bara einhvern varsalva, eitthvað bara svona sem er svolítið fitugt. Og ég nota bara puttana, ég er ekkert að flækja það. Svo plokka ég eftir á þegar ég er búin að lita. Og passa að þið setji ekki þetta í augabrúnina því þá litast það mikið. Og ofan á,
Svo getið þið líka notað, þú veist, pensil, bursta. Það er aðeins auðveldara held ég. Það er núna held ég þetta sé komið og svo ætla ég að líta augnhárin. Ég líta ekki neðri, en þið getið gert það og þá setið þið bara hérna undir. Mér finnst það bara ekki fara mér vel að vera með dökk neðri augnhár. Ég set ekki heldur maskara, það er heldur. Það eru margir sem geta það held ég. Svona. Og það er mjög oft líka sem ég set óvart krem á augnhárin. Það er smá klefulegt. Núna er þetta bara orðið mjög dökkt liturinn. Og ég ætla bara að byrja að setja á augnhárin. Og ég nota bara sama bursta. Þið getur örugglega notað mjög sniðugt að nota gamla maskara. Þrífa hann og nota hann bara. Eða svona maskara bursta. Ég rífi bara svona. Eins og ég sé að setja á maskara. Passið ykkur, það er ógeðslega vont að fá lit í augað. Þú veist núna eins og það kemur litur hérna í húðina og það er allt í góði og það er búin að setja kremið. Núna er ég með mjög mikið lit í húðinni. Þá get ég alltaf tekið bara hérna eyrnapenna og tekið af. Það er allt farið. Ég er svona farin að dreyma þegar maður er ekki búin að ferðast lengi og maður veit að maður er ekki að fara neitt til útlanda á næstunni af því að maður er að reyna að spara. Vá, hvað það er erfitt. Mér langar svo mikið að fara í sólina, fá smá freknur og D-vitamin. Ég ætla að sækja pappír. Ég nota bara klósettpappír, legg hann á borðið svo að ég fari ekki að lita borðið. Þannig að ég legg bara hérna eyrnapinnann á klósettpappírinn. En núna eru augnhárin tilbúin. Þú veist, þetta er bara svona eins og ég sé maskara og ég læt þetta má alveg vera, ég held að þetta megi alveg vera lengi á. Nú skulum við byrja á augabrúnunum. Þess að núna finnst mér of þykkt hérna undir. En ég get líka lagað eftir á, en ég ætla bara að sýna ykkur, þú veist, þá getið þið gert bara svona. Svona. Herri, tæmir. Má ég sjá. Setjum bara á 4,5. Nú byrjum við næstu. Nú fór ég of hátt upp, sjáðu. Úps. En við lögum það. Það er alltaf önnur sem er svo erfið. Hún klúðrast alltaf. Ég held að séu bara frekar jafnar. Mjög svart er nokkuð jafnar, held ég. Nú ætlum ég að taka... Wow, loftbóla. Nú ætlum ég að taka af þessari hérna. Tek bara með þurrum bómul, veist, svo get ég sett smá vatn. Svo fer ég oftast í sturtu og þú veist nutta. Þannig að liturinn fari sem mestur úr húðinni. Ég ætla að bleita 2. Ég veit að ég þarf að fara að byrja að nota fjölnota. Og frænka mín er að búa til svona fjölnota, eða báðar frænka mínar. Ein sem er að hekla og önnur sem er að sauma saman úr efni, mjög fínu og góð efni. Og ég hefði náttúrulega bara átt að vera að nota það, en ég held að það sé ekki sniðugt fyrir svona sterkt efni. En ég ætla að spyrja þig hvort það sé í lagi að nota þá. Á ég að sækja þá? Veitu, ég er með þá. Og ég er ekki með, ég finn ekki alveg, ég held að það sé þvotti, ég er að þvott núna. Og ég ætla að taka hérna af. Jæja, þá er þetta bara komið. Kvíði fyrir að taka af augnhárunum, það er svo ógeðslega vont. Ég set alltaf í augun, en þið með endilega að gefa mér tips til að taka litin af augnhárunum. Ég ætla að gera það bara núna. Jæja, það var þessi komin. Ég slapp við að fá augað. Ó, myndavélin minn er að deyja. Ég er búin að blóta svolítið mikið í þessu myndbandi. Afsakið það. Jæja, nú er það bara að plokka. Myndavélin er að deyja, þannig ég er að pæla að sýna ykkur hvernig það lítur út hana. Mjög dökkt. Teka fram. Ég aftur fyrir styrstu. Þannig að lítur hann aftur að dofna aðeins. Kann ekki að blikka. Það er einn staðar undir mig. Ok, og nú er það að plokka. Þetta er versti parturinn. Núna er þetta klárt. Klappað og klárt. Ég ætla að fara frá. Ég ætla að fara að stökkva út og setja í þurrkaran. Svo ætla ég að hafa í styrstu og eftir styrstu þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta lítur út allt saman. Hvort þetta hafi ekki bara heppnast ágætlega hjá mér í þetta skiptið. Sé hvað það smá. Jæja, þá er ég er að horfa á YouTube. Ég er búin að fyrir styrstu, komið í ræktarfötin, við erum að fara í jóga. Kemur ekki bara ógeðslega vel út. Það heppnaðist mjög vel fyrst mér. Svo verður þetta dofnar liturinn aðeins meira því ofta sem ég fyrir styrstu. Búin að sækja þvottinn. Tómas fer að ganga frá honum. Bara að drekka þennan kaffibolla, horfa á þetta YouTube-vídeó. Svo þarf ég að fara að taka strætó og niðureftir af því að við ætlum að fá okkur eitt glas vín. Ég djammaði svo hrikalega seinustu helgi að ég... Það er vinur minn, ég ætla aldrei að drekka. Ég
get nú alveg fengið mér eitt glás. Takk æðislega fyrir að horfa á myndbandið. Vonandi eigið þið góðan dag í dag. Og dekrið aðeins við ykkur. Í vikunum þá setti ég inn uppáhaldsþætti á Netflix. Þannig að gerið ykkur smá dekru kvöld. Lítið okkur augabrúnar, setja okkur maska, horfið á Netflix. Púss og kram segir maður í Svíaríki. Kossar knús og heitó.